Árið 2000 þá minntust við kristnitöku á Íslandi og við það tækifæri þá stóð Björgvin Snorrason fyrir sýningu hér í kirkjunni, kvikmynd Martin Luther. Og þá kom hingað í fyrsta sinn ræðumaður dagsins, Sigurjón Árni Eyjólfsson, til þess að horfa á þessa mynd. Og það því vel við hæfi að það sé á ný Martin Luther sem að laðar hann hingað til okkar í dag. Með þeim Björgvin tókst vinátta á þessum tíma og það í gegnum þessa vináttu sem við fáum að njóta heimsóknarinnar. Sigurjón Árni prestur, hann héraðsprestur í Reykjavíkur prófastsdæmi eystra og doktor með tvöfalda doktorsgráðu og mikill sérfræðingur í Lúther og hefur skrifað hann greinar og bækur. Auk þess kennir hann við Háskóla Íslands. Mér langar til þess að bjóða þig hjartanlega velkomin, Sigurjón. Gjörðu svo vel. Takk. Ég vil virka þetta, já. Við leggjum svolítið lágt rómur, þannig að það ágætt að hækka í mér. Það stendur prédikun, þá best að byrja þetta eins og maður byrjar alla prédikana, náðsemiður og frið frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Ég þeirrar ánægju aðnjótandi og náðar að fá að tala hérna yfir ykkur í dag og við erum kunningjar og vinir, Björgvin og ég, og hann sagði að ég mætti tala í minnst 45 mínútur eða lengur. Og mér finnst mjög ánægilegt að fá að koma í söfnun og fá að tala lengi. Það nefnilega mikill misskilningur innan þjóðkirkjunnar að þeir halda alltaf að segja að tala við smálefni á mjög stuttun tíma. En sumt tekur sinn tíma. Og ég hef oftur á mótmæla þessu að Biblían væri ekki svona löng eða þetta væri svona lítið mál. Þannig að ég ætla að segja ykkur frá, nú vitið það eru 500 ár síðan að Lúther hengdi tesurnar eða neldið á Halladyrnar í Wittenberg og hann gerði það og það alveg búið að sýna það vísindalega, það sem hefur að draga það í efa en hann gerði það. Og hann bjóst ekki við að þetta myndi hrinda svona miklu að stað. Það var raun og veru það sem hann var að reyna að kenna var það sem Páll postuli var að segja ykkur í Galatarbréfinu áðan. Verum réttlætt af trú, við höfum beinan aðgang fyrir Guð í trúnni og það enginn sem getur tróðið sér upp á milli trúa manns og Guðs. Í sama hvers valdi hann segir það. Og hann byrjaði á þessu og í raun og veru hef umbylt hann sögunni með þessari athöfnsinni en hann var ekki einn í þessu. Hann var með konu sér við hlið og án hennar hefði þetta aldrei tekist. Sem sé, í siðbótarstarfi sínu stóð Lúther ekki einn heldur naut hann stuðnings fjölmargra og þar bar óneitanlega hæð stuðningur eiginkonu hans, nunnunnar, Katarínu frá Bóra. Hún fæddist 1499, 29. janúar í Lippendorf og það nú rúm 500 ár síðan. Og því miður hefur hlutverki Katarínu frá Bóra í siðbótinni verið lítill gaumur gefinn á 20. öld en á 19. öld og 18. öld þá var það. Tíminn það sem við erum að tala kvenfrelsis glemdist hún svolítið og núna ég skrifaði greinum hana 2000 eða 2001 en það núna fyrst sem konur átt að sjá því hvað hann hefur gert. Og það nefnilega þess virða að huga hjónabandi þeirra og hvernig þau sameiginlega börðust fyrir heyrist þegar ég labba svona Mér finnst voða gaman, nú líður mér eins og Billy Graham og þeir, nú fæ ég að labba Það ekki fyrst að ég geri það. Og það mjög gaman að sjá hvernig þau hjón, þetta þeirra hjartans mál, siðbótin og hjónabandið þeirra var játning til þessara siðbótar. Þau lögðu allt undir. Þess vegna finnst við gaman að huga þessu samhengi.
Og þá ætlaði að byrja að halda áfram að lesa hérna. Hversu afdráttarlaust líf Lúthers breyttist á fáeinum árum getum vart gert okkur í hugalund. Hann yfirgaf öryggi munkurlífsins og steig inn í hringiðu stjórnmála og varð að vissu leyti með áherslu sinni á réttlætingatrú að miðpunkti sem allt snerist Lúther tókst nefnilega það sem keisar á umbótasinnum fyrri alda gátu aðeins láta sig dreyma Hann umbylti samfélaginu frá grunni. Ekki með stöðuri gagnrýni eins og móralistar allra tíma eru með, heldur tókst hann það með kenningu sínum að leggja nýjan grundvöll fyrir þjóðfélagi heild og lífi einstaklingsins. Og af öllu þeim ritum sem Lúther skrifar, þetta 127 þykk bindi, þá kannski 5% eða 3% í þeim bein gagnrýni. Allt annað efni skrifað til uppbyggingar. Það gerir nefnilega ekkert gagn að skammast bara, maður verður að koma með lausnir. Og það gerir Lúther. Því má segja með sanni að hann sé upphafsmaður þess tímabil sem kallast í dag nútími. Að einn maður í krafti kenninga sína geti áorkað svo miklu erfitt að skilja. En það eins og samtíma menns hafi gert sér fulla grein fyrir þessu því þeir reynda að safna öllu saman sem hann skrifaði og sagði. Það gerðu þeir svo þeir sjálfur og komandi kynslur geti gert sér sem skýrasta mynd af atburðum og átta sig á þeir nýja grundvelli sem þeir byggðu líf sitt á og þjóðfélagið. Þau söfnuðu saman til þess að vita hvað olli. Og þetta eins og sagtur Íslendinga þekki ekki þá sögu þarna, fyrir ekki ég alltaf með svona exkursa. Það Íslendingar fóru til Kanada, kannski við það, þá var eins og Rússi, Úkraínumaður, Normaður og Íslendingur sem komu af Winnipeg vatni, það var vetur og þeir höfðu ekkert að borða og svoleiðis og þá sagði Rússinn, við verðum að byggja bát og fiska hérna í vatnum þannig að fólki hafi eitthvað að borða. Ekki satt? Normanur sagði að fólki verður líka að hafa hús til þess að vera í. Og þá sagði Íslendingurinn, já við erum að skrifa þetta, þannig höfum ekki að lesa. Þannig að við lifum af orði. Það mjög spennandi að vita hvernig Lúther sjálfur mat líf sitt og hvað honum þótti mest til koma við þau umskipti sem áttu sér stað. Í einni borræðu sinni segir hann frá 1533, þá segir hann, Guð veit að ég ætla ekki að setja svona mikið á stað, eins og orði hefur. Ég vildi einungis gagnrýna aflátssöluna. Ef einhver hefði sagt mér að ég færi á ríkistingi í Augsburg og svo taki eftir og eignast eiginkonu og heimili 6 árum síðar hefði ég aldrei trú á honum. Það vekur athygli að Lúther telur starfið sem prófessor, brautryðjandi siðbótarinnar eða ráðgjafi fyrstans ekki til byltingakendustu þætti í lífi sínu, heldur þá staðreynd að Guð hafi gefið honum konu og heimili. Þessum einlæga munki. Það sem stendur upp úr í hans augum kraftaverk. Þetta skref var með öllu óhugsandi fyrir samtíð Lúthers áður en siðbundin ruddasettur braut í Evrópu. Í annarri borræðu ítrekkar Lúther þetta enn frekar og segir Guð gaf mér konu og heimili. Í þessum orðum kemur fram kjarni kenningarinnar réttlætingatrú sem mótar eða réttara sagt opnar manninu nýja sýn á heiminn og lífið og líf sitt. Lúther fær að reyna í ljósi réttlætingarinnar að líf hans í hinu smæsta sem hinu stærsta gjöf Guðs, eins og þau eru með hérna fyrir framan ykkur. Og hann sér einna skýrast innan fjölskyldunar og sem eiginmaður og faðir
hver dýrmætar þessar gjafir Guðs eru. Við skulum aðeins fara yfir sögu Lúthers út frá þessu sjónarháli og athuga aðdragangan að því að hann kvænist Katarínu frá Bóru og hvernig fjölskyldulífi þeirra var háttað. Og við getum líka haft í huga, ef ég verð á langorður, þá veit ég hvað náðin þýðir þegar ég hætti. Það var engin skyndi ákvörðun Lúthers að kvænast. Þessa ákvörðun síðan byggði hann áralangri íhugun og ritskýringu á textum ritningarinnar. Og barátta trúarinnar hjá Lúther ekki einhverja samviskukvalir við einhverja utanumkomandi áreiti, heldur glíman við texta ritningarinnar. Að skýra út boðskapinn, það sem erfiðast er. Rannsókn hans á hjónabandinu og það sem hann skrifar það efni tengist ekki persónulegum vanda hans til að byrja með, heldur var hann að bregðast við þeirri raunverulegu neyð sem hjónabandi bjó við í samtíð hans sem stofnun samfélagsins. Þessi neyð kom meðal annars fram í þeirri almennu vanvirðingu sem hjónabandinu og fjölskyldunni var sýnd á miðöldum. Ástæða þessa að leita í þeirri líkamsfyrirlitningu sem ríkti í kenningu miðaldakirkjuna hjónaband og samlíf hjóna. Áhrif grískra heimspeki bæði nýplatonismas og Aristotelesar voru mikil innan kirkjuna sem kom meðal annars fram í þeim skilningi að hið veraldlega líf með öllum sínum holdlegu gæðum væri einungis skuggi þeirrar andlegu sælu sem átti að bíða manna að lífinu loknu. Menn áttu að undirbúa sig undir heiligarlífið og einn megin þátturinn þeirrin undirbúningi var að forðast allt sem tengdist holdinu og þar á meðal samlífi hjóna. Hjónabandi var vísu lofað að kirkjunni ljósi nauðsynjarinnar enda gegndi það miklu hlutverki í viðhaldi þjóðarinnar og uppeldi barna. Hinn andlega stétt var hins vegar yfir hjónabandi sett og samlífi hjóna féll undir synd og var jafnvel gert að inntaki hennar. Auk þess var hjónabandi skilgreint sem sakramenti og í þessu ljósi voru bundnar við það ýmsar forskriftir sem kirkjan notfæri sér til að ná taki á samvisku fólks. Við þetta bættist að margir prestar sem bjuggu með konum sínum í óvígri sambúð, oft í sárri fátækt. Og konur þeirra og börn voru réttundalaus í sambandi við framfærslu og erfðir. Og prestarnir voru síðan þjakara samviskubit í allri þjónustu. Það var nefnilega einn tekjulind biskupa að veita undan þá að búa með sinni konu. Sjá hvað þetta er svona hálf viðbjóðslegt, veistu hvað það ekki? Og svo var fólki algjörlega réttundalaust. Og þetta er eitthvað enn í dag innan katólsku kirkjunnar. Þetta er ekki eitthvað sem liðið, heldur enn í dag. Í ljósi skilningsritningar á hjónabandinu hafnaði Lúther allri slíki tvíhyggju og öllum tilraunum til þess að hemja meinlætið yfir daglegt líf fólks. Hann hvatti meðal annars presta til þess að kvænast sambýliskonum sínum og létta þar með af samvisku sinni. Lúther sagði við prest sem átti við þennan vanda að glíma hans skildi kvænast konu sinni og búa með henni sem eiginkonu, hvort sem páfi leyfði það eða ekki. En orð Guðs sterkara heldur einhverja páfa. Þið sama rálaði þeim ungu nunnum og munkum sem vildi ekki né gátu haldið skírleifshít sitt. Og þetta nýtast ágætt fyrir ykkur að vita það. Það alltaf að vera að tala ég fer svona, þú stoppa mig bara, en það alltaf að tala hvað allt hafi verið ofboðslega gott á miðöldum, klaustrin hafi séð allt framfærslu fólks og verið svona hálfur sjúkrahús sem sáum alla og svoleiðis. Eða ekki, það kom fram í fréttum daginn og svo þegar lúterdómurinn kom að siðbúna og rústaði öllu þessu kerfi. Þetta er rangt. Maður þurfti að borga stórfé til þess að komast í klaustur
Og þeir sem fengu aðstofuklaustrin voru þeir sem gátu borga fyrir það. Það er ekki skrítið svona mikið á jörðum fórarna. Sem sé klaustrin voru það sem við sumir vilja koma á hérna tvöföldu heilbrigðiskerfi hérna. Þeir sem geta borga og borgað ekki. Gegn þessu er siðbótin. Þannig að klaustrin voru ekki alltaf, við sjáum þau svolítið með svona ljóman í augunum. Bændauppréttin beindist líka gegn eignataki klaustra og valdi þeirra yfir þeim. Þannig að þetta er ekki alveg rétt. Lúther hafnaði alfarið þeim skilningi að meinleitalíf var hafið í hjónabandi og benta á þá blessun sem Guð hefur gefið hjónabandinu. Og einu stað segir hann að Guð hafi skapað karl og konu til þess að þau dragist að hvort öðru og það sé vilji hans að þau njóti hvers annars. Og hann segir þarna, og í öðrum stað þessi löngu sé svo sterk vegna þess að Guð hefur bundið við hjónabandi sköpunarorð sitt. Orð stendur og blessun þess þó að maðurinn sé fallinn. Og hérna hann er að gera grín á fólki þannig að segja þið get ekki sagt við eld og halm brennið ekki. Það er að sama útiloka karl frá konu. Þau dragast af hvort öðru. Að karl og kona dragist hvort öðru og njóti samlífi samræmis góðum vilja Guðs. Og þar sem þetta er vilja hans getur maðurinn ekki sett nokkur lög eða reglur einlífi sem eiga að hindra þetta. Lúther benti þó á að vissulega væru til undantekningar frá þessu, en það væru sjaldgæfar. Það eru sumir sem bara vilja búa inni, það er allt í lagi með það. Það er ekki það, en það er ekki hægt að búa til úr því heilt kerfi. Lúther skrifaði vini sinni Spalatín 1524 að sjálfur geta hann lítt staðið í hjónabandshugleiðingum. Maður sem á hverju stundu gat átt vona því að vera brendur sem trúvillingur. Það er því ekki að undra ákvörðun Lúthers að kvænast Katarínu frá Bóra hinn 13. júní 1525 komi eins og þrum á heiðskíru lofti. Þó var þetta ekki eins óvænt á ætla mætti. Lúther hafði nefnilega skipulagt flótta 13 nunna úr klaustri nokkur í Nimbjösin og einn þeirra úr þeirra hópi var Katarína nokkur frá Bóra. Það sem nunnurnar átti í engin hús að verða bjuggu þær tíma í Ágústínusarklaustrinu í Wittenberg þar sem Lúther var og fundu sér nýjan starfsvettvang og gengu margar hverjir í hjónaband. Og Katarína frá Bóra var orðin ein eftir og gekk illa kominni fyrir. Þessu olli stolt hennar, sögðu menn, og hversu ákveðin hún var og ósveigjanleg. Og þetta þekkjum við kallað sko. Það ekki. Vitur hver er munurinn á greindri konu og ekki greindri konu? Greind kona lætur kallin ekki vita að hún stjórnar. Pappi sagði mér þessa sögu þegar ég giftist að þið þekki ykkur konuna mína að hún skilst í þessu samhengi. Hann sagði sko, það er einföld regla, sagði vinur hans við pappa þegar hann giftið sig, sem hefur reynst honum mjög vel í hjónabandinu. Það er það, í öllum stórmálum ræður hann, en í öllum smámálum ræður hún. Og þetta hefur gengið mjög vel vegna þess að það er ekki komið upp neitt stórmál. Einu sinni lenti í vandræðum sko, þá ætla ég að panta hérna öll þessu 127 bindi af Lúther og konan sagði að það var ekki veggpláss fyrir þessu og ég ætla að reyna að kjafta mér út úr þessu með því að segja, já hún bannaði mér að kaupa öll verkin þannig að ég ætla að kaupa hluta. Ekki 127, heldur 126. Svo þegar ég kom heim einn daginn þá tók á móti mér dætur mínur og kona og sögðu að ástkona mín varu komin og biði eftir mér inn í rúmi. Og ég skildi ekki neitt og held að vera að gera grín að mér sko. En þess að einu sinni hefur gefið mér mömmunni svona kendúkku þekki ekki þá. Og í sundskilu til þess að mamman, kona mín hefði eitthvað fallegt að horfa á, ekki alltaf mig.
Ég fór inn í svefnherbergi og hélt að það var einhver dúkka í rúminu, svona einhver Barbie-dúkka. Nei, vitið menn, þar voru fyrstu 6 bindin sem sé borraðirnir eftir Lúther. Og ég var allsæll þegar ég sá þetta. Og svo var ég að fletta í bókunum, mjög ánægður yfir þessu. Og þá allt í einu sá ég að það var búið að taka lakið og sængina af öðrum hlutunum rúmum þar sem konan lá. Þá sá ég að ég var í vondum málum og vissi ekki hvernig ég átti að komast út úr þessu. Getið ímyndað eitthvað hvernig er þessu, hvernig hann var að snúi sér út úr þessu. Og ég vissi ekki að kom inn og þá sagði ég við hana, elskan, þú ætlar nú ekki að gera stórmál úr þessu. Ég fekk að halda 6 bindunum en það kom ekki meira. Sem sé, Lúther reyndi eftir mætti að finna mannsefni handa henni og mælti með hinum að þessum en hún hafnaði þeim öllum og skrifa á lokun eigin lista yfir hugsanleg mannsefni. Á honum voru 2 nöfn, Lúther og vinar hans. Og til ýmsar sögur það að Katarína hafa ávallt ætlað sér að giftast Lúther, en hér vitum við góðu helli minna en við vildum sem ágætt. Og Lúther skrifar í bréfi til vinar sem hann liti svo á að það sé vilji Guðs að hann taki Katarínu að sér og byrði Guð að veita sér hamingjusamt hjónaband. Hér verður að hafa í huga að ef við hugum á sögulegu samhengi þessa, þá þetta svolítið hættulegu tíma sem Lúther og Katarína gangast í hjónaband. Bændauppreisnin geisar allt Þýskaland og bændauppreisnin var það að menn héldu að heimsendir væri í nánd. Og þeir héldu bara að þetta væri einu síðustu tímar. Og þetta er ekki eitthvað venjulegt hrun sem var þá. Þetta var mjög ársjálfið tímar. Og Lúther var mjög áhyggjufullur vegna bændauppreisnina og reyndi að tala fyrir bændum og furstum og var það sagt að við það orð hans að halda frið og fjallu og semja frið fjallu í grýtta jörð. Í ljósi þessa var hann enn ákveðnari að kvænast, finnst ykkur ekki merkilegt, í miðri uppreisn ákveðan að kvænast. Og hann skrifur á einu stað, ég ætla að storka djöflinum áður en ég dey, ætla ég að kvænast kötu minni sama hvernig djöfullin lætur. Það er svona gott. Mitt í ófriðum vildi Lúther undirstrika að Guð væri góður og sköpun hans öll þótt veruleikinn virtist stund mæla gegn því. Katarína frá Bóra sýndi líka mikið hugrekki. Hún nunnan gekk að eiga munk sem var í banni og með því kalla hún sömu bannfæringu yfir sig og hann. Og ofan að það bætti svo bölvun sem hvíldi í hugum fólks yfir hjónabandi munks og nunnu og líka samkvæmt kanónsku rétti og það var almanna rómur að afkvæmi munks og nunnu yrði antikristur. Þetta er nú ekki gott að gangi hjónaband með þetta allt á bakinu maður. Það eitt væri nóg. Hjónaband þeirra hafði því mikilvægt játningagildi og leið mótandi áhrif fyrir kirkjudeild mótmælenda. Einmitt þessi þáttur var þess valdandi að þau urðu fyrir svívirðulegum árásum og róburðu öll þeir hjónabands ár. Og það var meira að segja sami nýðleikrit þau og birtar mjög ógeðfelldar myndir af samlífi þeirra hjóna. Vitið hvað Lúther gerði þá? Þá fór hann til vin sinn Kranach og lét mála mynd að þeim báðum til þess að sýna hvernig þeir litu í raun og veru út bara sem venjuleg hjón. Þetta er svolítið hugrækt, sjáðu, þetta er hann. Þau hjónu létu þó ekki þessar árásir eða varnir gegn þeim ná tökum á hjónabandi sínu, heldur létu þau leiðast að þeirri þekkingu
sem fólst í réttlæting og trú og þeirri nýju lífsýn sem hún veitti. Lúther tók á gagnrýni með kímni og lét róburð ekki skyggja á gleði þeirra hjóna. Og þetta held ég eitt sterkasta vopni sem við höfum oft húmorinn Það ekki tekið eftir hvað djöfullin oft húmorslaus. Hann kann ekkert að taka gríni. En maðurinn, Guð, fyrir ekki að ég kemur svona sögu fyrir ykkur. Ég bjó til þess að sögu hérna, Adam og Eva voru að rífast í paradís og þið vitið þá hjónur að rífast, þá alltaf þannig eins og maður tapi. Það aldrei, maður finnst alltaf leggja í minnipokan og Eva var ekki alveg sátt við þetta. Og hvernig heldur Guð að hjálpa henni að hefna sín á Adam? Vitið þið það? Hún sagði prjónað á hann hvíta sokka. Hvað hallarislega heldur nakin kall í hvítum sokkum? Eða ekki? Svo þegar þau gengu hjónaband var Lúther 42 ára og Katerína var 14 árum yngri eða 26 ára. Í borræðum sínum segir hún síðar, þegar þú situr við eldhúsborðið, sjá hugsa þú varst tíma einn, en nú hún þar. Þetta fallegt, þið vitið hvað erfitt að borða mat sinn einn. Það gaman að hafa ykkur hjá sér. Og í rúminu lítur þú til hliðar og við hliðin á þess sér þú 2 fléttur sem voru ekki þar áður. Í bréfi Lúthers Katarína ávallt nærri. Hann skilar ætíð kveðju frá Kötu eða Efuminni, eða hann kallar hana ýmsum gælunöfnum eins og keðjuna sína. Það katekette, það eins og keðja. Mín elskulega Kata, drottning eða stjórnanda, keisaranínu eða herra minn Katarínu, en fallegasta kveðjan líklega þegar hann nefnir hana morgunstjörnun Wittenbergs. Þegar hann skrifa vini sínum í bréfa tilefni fæðingu sona sinn, hættir hann í miðjum klínum með orðunum, þegar ég skrifa þessa stafi kallar Kata á mig sem máttfarin. Hjónabandið var Lúther tilefni til stöðus þakklætis og trúarvitnisburður að þessi stofnun væri heilag, guðleg og dásamleg. En vissulega mæti okkur einnig í bréfunum og borðanum Lúthers marga frásagnir erfiðleika og streð sem fylgir fjölskyldulífinu. Þannig segir hann á einu stað, Guð hefur búið hjónabandinu kross og hann heldur honum yfir því, en bæti síðan við, ég mun samt elska og lofsyngja hjónabandið jafnvel á dauðastundinni. Á sama hátt og Lúther skilgreinir hjónabandi í ljósi trúarinnar, skilgreinar hann líf sitt og hlutverk sem faðir barna sinna út frá trúnni. Börn ekki einungis afleiðing getnaðar samkvæmt Lúther, heldur fyrst og fremst gjöf Guðs. Börn gera hjónabandi að merkustu stofnun sköpunarinnar, og þeim hjónum var 6 barna auðið á rúmlega 8 ára tímabili. Þau eignuðust 3 dætur og 3 syni. Í júní fæddist Jóhannes, síðan Elisabeth, svo Magdalena, svo Marteinn Páll og loks Margareta í desember 1534. 2 barnanna létust ung. Elisabeth dó rétt 8 mánaða, en Magdalena sem var augasteinn þeirra hjóna lést 13 ára og það eru til bréf sem ég verið að lesa sem eru mjög átakanleg þegar hann að lýsa sorg sinni yfir þessu missi. Öll voru börnin gjöf Guðs í augum foreldra sinna og þannig umgöngustu börnin og gerðu ekki upp á milli dætra og svona. Í bréfum sínu getur Lúther yfirleitt þungunar Katarínu snemma á meðgöngutímanum, en það eru gleðitíðindin samofin beiðnu fyrirbæn til handa móðurinni og þeim báðum að allt gangi á óskum. Og við gleymum oft þetta bara sem maður áttar sig ekki á, hvað við búum í góðu samfélagi. Í gamla daga var það þannig að þegar kona gekk með barn, maður var aldrei viss hvort að hún og barni myndu lifa það af. Og maður ótt að sjá að maður þríkvæntur vegna þess að
mistu svo marga konur við fæðingu. Þetta var stór hættulegt. Það er fyrst núna sem við þetta er orðið miklu tryggara, bara læknavísindin eru þannig. Og hann segir, þakk sé Guð og dýrð og lof sé Kristi og dýrð fyrir að Guð hefur stækkað fjölskyldu okkar þegar barnið kemur. Þegar börn og Lúters og Katrínar fæðast hvert og öðru var hjónalíf þeirra eins og opinberun. Í borraði sínum vekur Lúther, þarna sjáðu, sko ég lesa borraðina, þetta eru bækurna sem ég fekk þó, þess vegna er ég að skrifa þetta, sko, sína konuna þetta koma að gagni. Í borraðin vekur Lúther oft máls á því hver ólík veröldin sé í augum barna og fullorðina. Hegðun barnanna var honum endalaus uppspretta dæmisagna náð Guðs og hvernig menn eiga að taka við náð Guðs. Börn lifa eins og þau séu nú þegar í paradís og hafa óendalega hæfileika til að læra að umhverfi sínu. Þau ganga í sjálfsögðu trausti inn í lífið og taka fullan þátt í lífi fullorðna. Og finnst ykkur nú foreldrar, þeir sem eru foreldrar henninni, finnst ykkur ekki skrítið það að barnið kemur, maður man ekkert hvernig heimurinn var áður en barnið kom. Ég man þegar dóttir mín fyrst að fæddist, ég man ekkert hvernig það var þegar við vorum 2-1. Finnst ykkur ekki skrítið, það er eins og barnið hafi alltaf verið þarna. Þetta er svo einkennilegt hvernig þau einhvern veginn taka mann yfir. Þeim er það einfaldlega sjálfgefið að þau séu þannig. Þannig getur Lenchen rétt 4 ára gefið mikilvæga ráðleggingar í efnahagsmálunum á sama tíma og hans hægir sér í áhyggjuleysi sín út í horni í vinnuherbergi Lúthers. Þetta er svo sætt, hann er að skrifa, hún er að segja honum hvað hann á að gera og hann er bara að dúlla sér út í horni. Lúther var mjög vökull gagnvart börnum sínum og það má telja aðdáunarverk hve næmur hann var á veruleika þeirra. Í athugunum sínum fylgdi hann ekki hugmyndum formyndastefnunar uppeldismál. Fylgismenn hennar litu á barndóm og æsku sem vanþróa stig mennskunar. Það er ekki tekið eftir á gömlu myndum sem þið sjáið. Þegar að mála börn, þau eru alltaf eins og litli fullorðnir. Þau er bara alveg eins. En Lúther átta sig á að þetta er eitthvað sem þróast áfram. Ungdómurinn og barnæskan er sjálfstætt stig í þroska mannsins. Þessi mennska nægði ekki full þroska nema hjá fullvalnskinn manneski, sögðu fornmenntamennir. Þessu hafnaði Lúther og sagði að barnið hefði fulla mennsku og eigin virðingu. Og þetta er svo voru hissa á að tala kosninga barna, sá ekki fréttum í gær. Lúther var að tala þetta fyrir 500 árum. Lúther horfði á börnum með augum trúarinnar og skynjaði að þau eru manninum gefin að Kristi til að vera leiðböndu fullorðina hvað felst í því að vera Guðs elskað barn. Hinir fullorðnu eiga að læra hegðun þeirra, þau deila ekki, heldur treysta orði Guðs í hreinni trú sem gamlir þverhausar sem við erum, eigum svo erfitt með að tilenga okkur. Ást og umhyggju foreldra sinna taka börnin sem sjálfsagðan hlut og allt þetta fellur þeim í skaut fyrir það eitt að fæðast í heiminn. Þau borða, drekka, sofa, gera í bleiu í fangi móður sinnar í fullkomnu trausti. Þannig ættum við líka vera. Þannig eru þau fullorðnum eilíf fyrirmynd hvernig maðurinn á að taka við náð og kærleika Guðs. Lúther snýr þessu dæmi einnig við og horfar á mannin í hlutverki barnanna. Hann lætur Guð spyrja mannin eins og foreldri. Þá sem Guð sem spyr hérna. Hvað hefur þú gert sem veldu því að ég elska þig svo mikið að ég geri þig að erfingja mínum? Við erum á svo pempíulegum tímum, það er svo gaman að lesa þessu gömlu texta, það er alltaf kemur svona pólitísku réttrúnað, hvað maður má segja, móka fólk, en þetta er sítat, ég er bara að lesa í Lúther. Hvað hefur þú gert sem veldu því að ég elska þig svo mikið að ég geri þig að erfingja mínum?
Þú sem skítur og mígur og fyllur húsið með grátu og öskrum. Og þetta eru við, sko. Og við þessari spurningu bara eitt svar sem kærleikurinn sem Guð ber til mannsins eins og foreldri til barna sína. Lútur var hlaðinn störfum alla sína ævi og margir kröfðu starfskrafta hans. Hann var því ofta heiman en í fjarveru sinni var hann iðinn við að skrifa heim til konu og barna. Mörg af þeim bréfum sem varðust hafa eru einmitt skrifuð við slíkar aðstæður. Því miður hafa flest bréf Katarínu glatast og við verðum því að skoða líf þeirra í ljósi bréfa og borðræðina Lúters. Að þeim heimildum sem við höfum verið Lúter hafa verið eins og flesti feður eftirlát samari við dætur sína en syni. Og þegar þau hjón mistu Magdalínu eða Lenkjen var það mikið áfall fyrir þau hjón og alla fjölskylduna. Lúter greinir frá því að hann hafði ekki getað gert sér í hugalund hver missi barnsgengur nærri hjartamannsins og rænir hann öllum lífsvilja nema vegna þess að þau hjón mistu 2 af börnum sínum. Lengi eftir dauða Lenkjen fjalla Lúter hryggð sína og hver erfitt þau hjón eiga með að sigrast á sorginni. Þau gráti þó þau vita að dóttir þeirra búi í gleði í ríki lífsins hjá Guði. Hér lokast hringurinn, segir hann. Það ekki verk foreldrana að kalla börnin til lífsins, heldur þykja þau barnið úr hendi Guðs. Þannig hverfi barna aftur til þess sem gaf það. Og í þessari trú tekist á við sorgina að allt sé endalega falið í hendur Guðs. Mörg bréf sem Lúter skrifaði gaggjart til þess að hugga fólk sem mistöðu ástvini sína hafa varðveist. Hvernig hann ber sig við að hughresta aðra í ljósi eigin hryggðar í bréfunum og hversu einarlega hann bendir á Kristi sorginni lætur engan ósnortinn. En kjarni fjölskyldulífsins var náttúrulega samband þeirra hjóna, Martins og Katarínu. Hjúskaparár þeirra urðu samtals 21 og Lúter skrifur á einu stað: margir eiga konur en fáir finna konu. Hér var hann við að blanda saman ást og fyrstu hrifningu. Ástin meira en slík hughrif. Hún eitthvað sem vex og nærist af áralangri tryggð og vináttu. Hjónaband þeirra Katarínu var mótað að samspili trúar og reynslu. En það gekk ekki átakalaust. Hér verðum að hafa í huga þær aðstæður sem þau bjuggu við. Þau gengu í hjónaband, þegar þau gengu í hjónaband áttu þau ekkert nema hvort annað. Lúter var févana munkur og prófessorslaun hans nægðu rétt þess að framfleyta honum. Og það nefnilega svo gott að klaustrin tók að sig kennslu í háskólum og miðluðu prófessorum, það eru munkarnir, en þau þurfti ekki að fá neinn laun. Þannig að vegna þess að klaustri sá þeim farbóra og svo þegar klaustri var farið þá átti bara Lúter þurfti bara að sjá sjálfan sig, hann gæti ekki rekinn innan fjölskyldu. Þau hjónin fengu til umræðu að klaustri sem nú hafa verið yfirgjöf á munkunum öllum nema Lúter. Þetta gríðarlega stór bygging og viðhaldskostur mikill. Að afhenda þeim þetta hús til umræðu, þetta var gjöf, líkt að láta févana hjónum eftir litla skólabyggingu til heimilisnota nú á dögum og þau að sjá viðhald. Þetta svolítið. Þetta var líka byggingasvæði all þeirra ár. Siðbótin hafa margar afdrifaríkar afleiðingar. Mótmælendur voru ofta reknir í burtu að þurfti að flýja heimili sín og stöðugur flóttamannastraumur var til Wittenberg og leituðu margir á náðir Lúters og bjöggum lengri eða skemmri tíma hjá þeim hjónum. Katarína gerði sér fljótlega grein fyrir því að fjárhagsleg staða heimilisins yrði að batna ef ekki átti undan að láta. Hún brá á þá ráð að leigja stúdentum herbyggi og sjá þeim fyrir fæði.
þetta er svolítið sniðugt hjá hún opnast þegar kalla á þýsku mensu og stúdentaheimili. Hún rak sem sé stúdentagarði í klaustrinu. Auk þess tóku þau hjónin að sér mörg fósturbörn skemmri eða lengri tíma. Þau opnuðu húsitt fyrir sjúklingum og hlúðu á þeim. Slíkt lá í eðli þeirrar þar sem klaustrin voru frá fornu fari einnig sjúkrahús og sérstaklega nunnuklaustrin. Þegar mest var að vera byggum 40-50 manns hjá Lúther og Katarínu. Að meðaltali voru 30 manns í heimili. Þess ber að geta Katarína naut hér stuðnist nunnu sem flúa hafði klaustrinu með henni og var hún með þeim hjónum alla tíð. Það má reikna með undir 10 vinnukarlar og vinnukonur hafa starfað undir stjórn hjónana. Þannig að Katarína var húsmóðir eða húsrekstrarstjóri á meðalstóru fyrirtæki í dag, ekki satt. Þetta er ekki beint venjulegt heimili. Hún er eiginlega að reka business og það er svolítið gaman að sjá að hún verður hún rífur virkilega Lúther upp og þau verða tildulega efnuð, Hún tók síðan á leigu bóndabíli og svínarækt og margt fleira, Það er því ekki bara góðláttlegt grín þegar Lúther kallar hana drottinn sinn og herra. Hún var það. Heimilin sem rak jafngildi sem sé meðalstóru fyrirtæki nú á dögum en fjármálin var jafnan í höndum hennar. Ekki svo að skilja Lúther að setja út í horni með hendur í skaut og hort á konu sína leysa öll vandamál. Lúther sem hafði sem munki verið falið fjármál og stjórn og mörg stjórnarstörf innan sinna reglu og þannig voru þau bæði vön að stjórna. Mikið verið skrifað það hvað Lúther var gjafmildur og hafði sumur á orði að hann hefði hagað sér eins og ábyrgðarlaus fransískanamunkur sem gaf allt frá sér, en það er ekki rétt. Hér ber að gera skýran greinamun á ábyrgðarleysi og að gjafmildi. Lúther talar að vísu oft hann eyði meira en þau þjón þénuðu en að hafa ber í huga umfang þessi rekstrar sem þau báru ábyrgð á. Ekki má heldur gleyma að klaustrið var hálfgerð byggingasvæði öll hjúskapar ár þeirra. Gera þurfti umtalsverða breytingar á klaustrinu til þess að aðlaga það heimilisrestinum og hugsiði það þegar hann verður, hvað var hann, 50 eða ekki, þá gefur hún honum hurð við innganginn, þið getið séð þetta að sjá á myndina, það er mjög falleg hurð og það eru tvö sæti við hurðina þar sem þau hjón átt að geta setið saman og rappað og tekið á málunum. Þegar sjáu þið hvernig hún hefur hugsað þetta. Þetta er mjög skemmtilegt að sjá þetta, þið getið fara á netu og séð þetta þar. Að sjálfsöglega verkaskiptingin nokkuð skýr en það var mikill misskilningur álita sem svo að daglegt heimilislíf og uppeldi barnanna hafa alfarið fallið Katarínu í skaut. Svo var það ekki. Lúther talar það sem sjálfsagðan hlut að skipta á börnum sínum og þvo bleiur. Þá vitum við það sem góður Lútherani, þá skiptir maður á börnum sínum, ekki satt. Og þá segir hún einu stað sem ég er mjög gott. Þegar einhver skiptur á barni eða þvær bleiur og annar hæðist að því, þá skal sá vita að Guð og englar og öll sköpunan hlæja og gleðjast yfir því verki. Því þeir sem hæða sjá bara verkið en ekki þá staðreynd að hér er verið að sinna ábyrgðarmesta starfi í heimi. Vegna annað ber að gera ráð fyrir að Lúther hafi ekki verið á kafi í barnauppbyldinu en ónættilega bregður oft fyrir tilvísun í heimilislífið í ritum hans. Lesandi fær á tilfinninguna að börnin hafi setið í fætur hans við skrifborðið þar sem hann vann og í skrifu sínu hans má sjá innskot það sem hann segir nú kallar Kata, þá það var hann að standa upp og gera eitthvað og því verði hann að gera eitt eða annars sem til í einu daglega lífi. Í bréfi sínu getur hann þess líka oft hvað það er sem skorti helst, hann þurfa að útvega hluti og biður fólk oft í bréfum að bjarga sér, og hún að kalla og biðja eitthvað. Stundum biður hann hluti í beinum orðum. Þá talar hann oft deilu þeirra húsaldið en segir svo að Kata sé mun lægnar í röksemdum en hún sé herra sinn á Móse
sjálfur sé hann eins og Aron. Þegar hún sá réði þessu öllu. Ég gerir kannski aðeins svo mikið úr sem ég bara svo gaman aðeins, þetta minnir mann á eigin hjónaband, sko. Þegar Katarín lagði í stórframkvæmdir við klaustrið, enn einu sinni var Lúther nóg framkvæmdagleðina. En hann vissi vel hvern hann átti í henni og sagðist ekki myndi skipta á kötu sinni fyrir allt Frankaríki eða Feneyjar. Og í einni borðin segir hann, Kata, þú átt trúaða mann sem elskar þig, þú keisaraynja. Viðurkenndu það og þakkaðu Guði. En svo skrifuðust á, og ég ætla aðeins í lokina, ég búin að vera of lengi? Þeir bara stoppi mig bara. Þannig að ég með 3 aðrar greina henni í töskunni. Eins og áður getið er ekki margar heimildir til líf þeirra hjóna eftir Katarínu sjálfa, fyrir utan nokkur bréf. Eitt þeirra skrifar hún systur sinni stuttu eftir andlát Lúthers, en þar kemst hún svo að orði. Ég svo sannarlega svo slegin djúpri hryggð að ég get ekki trúa neinum manni fyrir sorg hjarta míns. Og ég veit ekki hvað ég á að mér að gera. Ég kem engu í verk og get ekki fest hugan við neitt. Ég get hvorki borðað né sofið. Það er erfitt að gera sér fulla grein fyrir því hver stór þáttur Katarínu í lífsverki Lúthers. Einhver siðbótarstarfi hans. Vissulega var hjálp hennar háðvissum annmörkum, en hér ber samt að hafa í huga að hún hafði notið góðra menntunar í klaustrinu og var vel að sér. Hún gerði sér líka fulla grein fyrir því fyrir hvað siðbótin stóð. Og nægir bara að minna á að það var fyrir rit Lúthers sem smyglar hafði verið inn í nunnuklaustrið að hún snerist til hlið við siðbótina og stakk af. Þannig að hún hafði áhuga á guðfræði. Og þegar hún gekk að eiga Lúther tók hún, eins og áður sagt, á sig þá bannfæringu sem hvíldi yfir honum að vissu leyti. Siðbótin var því hennar hjartans mál. Ef að líkum lætur hefur hún lesið yfir handrit Lúthers og komið með ábendingar. Og í þessu samhengi rétt að geta þess að fyrir orð hennar skrifaði Lúther ansvar við riti Erasmusa frá Rotterdam frjálsa vilja og reit eitt merkasta guðfræðirit sem skrifað hefur verið ánauð viljans sem líka til á íslensku. Og þetta svo sniðugt, menn verður að vera sniður. Ég héraðsprestur og koma að, þarf alltaf að leysa presta af og þeir halda alltaf þessu ómissandi. Þið þekkið það, algjörlega ómissandi. Og hvernig nær maður til ómissandi manna og fá það til að taka sér frí? Maður tala við konurnar. Við talaði bara konur, þetta ekki góð dag til þess að hann taki sér frí? Og þær sögðu já og þá tók hann frí. Og þeir voru alltaf að reyna að Erasmus skrifa þetta rit og vildi endilega, allir vildi að Lúther svaraði og hún þótti ritið svo vitlaust. Hann nefndi ekki að svara honum, bara nefndi því ekki, hafði ég nóg öðru að sinna. Þá var eitt sem bara talaði við, eða skrifaði Katarínu, og lét hana að lesa verkið. Og þegar hún var búin að því, þá fór hún að tala við kallinn og setta við skrifarið. En þá vissum við hvað þetta stóð, og þetta alveg rétt, þetta hans sýning, bókin sem við vorum að lesa, hann talar þetta. Við svona. Það ekki alls alltaf rétt að álíta að guðfræðin og starf Lúthers hafi ekki fallið undir starfsvið hennar. Ég leyfi mér að fullur að siðbótin var baráttumál þeirra beggja og það leitt hversu lítið verið gert oft úr hluti kvenna í siðbótinni. Konur siðbótarmanna voru oft nunnur og þær vissu vel að með því að ganga í hjónaband stefndu það lífi sínu í hættu. Hjónaband þeirra var játning sem byggðist á samfæringu þar sem allt lagt undir. Og margir hverjir veittu siðbótin lið með guðfræðiskrifum, aðrar ortus meðal annars sálma
Og nokkur þessar sálmar eru ekki bara í sálmabók Þýskukirkjunnar, heldur líka í okkar sálmabók. Og hér eru sálmar til dæmis eftir Elisabeth Krusinger. En hún var eiginkona eins aðstofmann Lúthers. Þessi hefð sálmakveðskapar hefur haldist og nægir vel á huga henni og ég til dæmis, ég veit ekki hvort eru með lykilorð, lesiði lykilorð. Já, það stundum. Það sjáu líka hvað mikið af fallegum hvaðum eftir konur þar og það er mjög, þannig að þetta er ekki bara kallamál heldur þeirra beggja. Þetta áttu líka með Katarínu Lúther, en það skrifar hún systur sinni í áðurnefndu bréfi eftir lát eiginmanns síns að þú finnir til með mér og börnum mínum veit ég vel, því hver var ekki hryggur og sorgbatinn vegna fráfalls og dýrmanns og trausts manns sem minn elskulegi húsbóndi var. Mikið vildi að kona mér myndi skrifa svona líka. Hann þjónaði ekki bara borginni eða landinni heldur öllum heiminu og hún myndi líklega ekki skrifa það. Þess vegna er ég full hrygðar. Svo segir hann, og sjáu þið takk eftir hún segir mjög svipað og Lúther sagði Katarínu, konuna. Og þótt ég hefði furstadæmi eða keisaradæmi eða allan heiminn, þá gæfi ég það allt til að fá aftur þennan elskulega og dýrmæta mann. Það eru með svipaða ástájátningu til hvers annars. Mér finnst þetta svolítið fallegt. Það vekur athygli að Katarína Lúther lýsir með þessum orðum lífsverki bónda síns á svipaðan hátt og Melanchthon gerði þegar hann hermdi fráfall Lúthers. Katarína gengur einnig til svipaða líkinga og Lúther hafði notað hana. Þau kölluðu hvort annað drottin sinn keisarinn eða keisara. Af því sem ég hef lesið styrkist sá grunur minn æ meir að það verður að huga betur á hlut Katarínu siðbótinu og horfa á þau hjón sem samstarfsmenn. Og ég held þetta eigi við okkur öll. Hjón verða að fara að líta á sig sem samstarfsmenn. Við erum ekkert án hvors annars. Lúther hafði lengi átt við vanheilsu og stríð og veikindi hans má að miklu leyti rekja til þess harða meinlætalifnaðar sem hann stundaði var í klaustrinu forðu. Hann gerði sér fulla grein fyrir því að hann færi á undan Katarínu og sá því til þess þvert á ríkjandi hefðir að Katarína ein erfði hann og þyrfti ekki að leita til barna sinna heldur börnin til hennar. Lúther reyndist raunsær í mati sínu. Katarínu tókst að halda heimilinu og fjölskyldun saman á meðan hún lifði. Þegar Lúther hélt til Eisleben í febrúar 1546 til þess að miðla málum á milli tveggja deiluaðila var að heilsa hann svo slæm að hann átti ekki afturkvæmt. Þau hjón skiptust eins og ætíð á bréfum og greinilegt er að þeim að Katarína hefur verið mjög áhyggjufull. Lúther skrifar henni því í næst síðasta bréfi sínu til hennar. Náð og friður í Kristi, allra heiligasta, frú doktor. Ég þakka þér fyrir alla þína umhyggju. En áhyggjur mínar eru þær að þú gerir þér svo miklar áhyggjur að þær gleypi alla jörðina. Hefur þú ekki lært fræðin og trúarjátninguna? Þú skalt biðja Guð og láta Guð áhyggjurnar. Það er ekki þitt verk að sjá endalega mig eða hafa áhyggjur. Segir ekki í sálmunum, varpa áhyggjum þínum á drottin, hann mun bera umhyggju fyrir þér. Og í öðru bréfi skrifar Lúther, þú hefur slíkar áhyggjur ætlamætt að Guð væri ekki almáttugur og gæti ekki skapa 10 aðra doktora. Hættu þessum áhyggjum, ég hef einn sem sér áhyggjur mínar, hann liggur í jötu og er við brjóstmóður sinnar, en situr nú leið til hægrandar Guði föður almáttugum. Lúther kveður Katarínu með orðunum, náð og friður í Kristi sem með þér, mín gamla ást og drottning. Og hann ritar undir, Martin Lúther, þín gamla ást. Það er vissulega hægt að benda á þegar rúm 500 ár er liðin frá fæðingu Katarínu frá Bóra og núna 500 ár, tilefni 500 ára siðbátarinnar, að nú á dögum hafa menn aðra sýn á tilveruna en þau hjón. En í breyttum heimi verðum við líka að ryðja hinu kristna frelsi leið, bæði inn í líf okkar og samfélagi allt.
Og í þessu samingi hefur inntak þess frelsis sem trúa kærleikur og það þakklæti sem það virkar ekkert breyst. Ég held að stæðsta gjöf trúarinnar þakklætið. Að læra að þakka það sem maður hefur þó og læra að meta það. En vera ekki alltaf að fást við það sem maður hefur ekki eða hafði. Og svo að vera, ég oftar að hugsa það, ég ætti að halda námskeið núvitund og krefjast 300.000 króna greiðslu til þess að sækja þetta námskeið og kenna fólki að signa sig og fara með faðirvorið. Það myndi nægja. Af lífi þeirra hjóna getum við nútímað með því lært ýmislegt umfram allt það hvernig þau tókust á við líf sitt mitt í spennu milli trúar og óvissu. Þau tókust á við lífið í ljósi þess að maðurinn réttlætist ekki fyrir verk heldur trúna á Jesú Krist. Þau létu þá trú móta líf sitt og í þessu efni eru Katarína og Lúther ennþá fyrirmyndir fyrir okkur. Svo segi ég bara í Jesú nafni Amen og dýr sér Guði Föður og Sín og Heilugum Anda, svo sem verður upp og og verður aldir alda. Amen. Og nú taki ég postulegri blessun. Náðin Drottins fórs Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með öllum. Amen.